Já, Kjartan, bara til hamingju með sigurinn, frábær þriggjastiga sigur hérna á Hammarsliðinu, hvað svona skóp sigurinn? Barátta myndi ég segja, þeir eru náttúrulega með mjög gott lið, það er ótrúlega skemmtilegur leikur fannst mér og það er rosalega gaman að spila á móti Halldóri, hann er mjög taktískur og svona fyrir okkur þjálfarana, við vonum svona að svara hver öðrum í alls konar taktískum núansum og mér persónulega fannst það mjög skemmtilegt en ég segi sko það sem hélt okkur inn í leiknum fyrir áleik, Hammarsmenn voru svínhitta, voru sóknarfrákost, Pálmi Geir tók 7 sóknarfrákost í fyrir áleik, þannig að mér fannst það svona reyngi, bara barátt og andi og svo vorum við svona að ná deflections í seinni áleik. Síðan kannski nokkur orð Cedric hérna í fjórða hlutanum. Bara frábær, hann fekk bara þau skilaboð að hann átti að skjóta, halda honum að skjóta því að það sem var að gerast var að þeir voru að gera sem heitir að æsa skrínið og Raggi var svolítið neðarlega og þá var hann opinn og þetta er bara leiðin gegn því og hann er góð skytta, við trúðum bara með þetta hitta. Og síðan var með Spána, fyrsta sætið, er það planið? Það fara öll liðin í deildina til þess að vinna deildina, þannig að já, ég meina þetta er það planið en ég meina þetta er frábær deild og við sáum það bara í kvöld, Hammarslið sem að mér finnst vera alveg jafn mikill kandidat á við í hörku gír, þannig að þetta er galopið en það er, eins og ég segi og sagði þarna í Spáni að þetta er svona, ég held að þetta sé út af breiddin okkar, við sáum það eins og í kvöld, Steinar Snær sem að spilaði ekkert í síðasta leik, kemur núna inn í þriðja leikluta á ögurstund og grípur svolítið leikinn og þetta er svona breiddin sem við höfum að við getum farið í 9., 10., 11. mann og þeir geta að koma að breytt leikinn. Takk alveg fyrir. Takk fyrir.